Góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forstöðumaður stjórnsýslu sem hér í sal. Ég býð ykkur velkomin til 257. funda bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann setta hér á bæjarskrifstofunni Reyðarfirði. Biðst velvingar á þá sem ætluðu að horfa en heyra bara hljóð að það verður ekki mynd af þessum fundi send út í dag vegna bilunar í myndavél en hljóð upptaka er í staðinn. Þannig að það er nú bara tilkomið vegna einhverja bilana sem við náðum ekki að bregðast við hérna áður en að fundur hófst. En hér á dagskrá fundar í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 587 og 588 tekna saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hefur því andmælum. Fræðslunefndar númer 63, íþrótta- og tómstundar númer 54 og barnaverndarnefndar númer 91. Þá er hér undir liðnum almenn mál síðar umræður eftirfarandi samþykktir fiðurfé, hundahald, fráveitur, hesthús og önnur gripahús í skipulögðum búferðahverfum í Fjarðabyggð, umgengni og þrifnað utanhús, meðhöndlun úrgangs. Þetta er allt saman samþykktir sem höfðu verið teknar til fyrrumræðu, fóru svo einnig til heilbrigðisnefndar Austurlands því að þaðan koma þær og aftur til umfjöllunar eignarskipulags og umhverfisnefndar því að heilbrigðisnefndin hefur umsagnir þetta eða raun og veru vinnur drögin og nefndin hefur lokið að fara yfir samþykktar fyrir sitt leyti og afgreiddar hér inn og bæjar og vísaði hér til síðar umræðu. Síðan er hér jafnréttisáætlun Fjarðabyggðar. Þetta sem sagt er drög jafnréttisáætlun sem vísa var til hópsins, MeToo-hópsins sem hefur verið á störfum og bæjarráðið samþykkti jafnréttisáætlun, þetta er uppfærsla á henni og vísa henni hér til staðfestingar og hún einungis þarf eina umræðu. Síðan siðareglur kjörunarfulltrúa og siðareglur stjórnenda sömuleiðis hafa verið uppfærðar eftir vinnu starfshóps í skugga valdsins og MeToo og bæjarráðið samþykkti þessar reglur. Þær hafa verið áður en þetta er sem sagt voru teknar til umræðum þarna inn í hópnum og breytingar og eru hérna hljóta svona uppfærslu og eru þar lendir bara í einni umræðu. Þannig að þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 587 og 588. Orðið er laust þar, vill einhver kveða sér hljóðs? Ég vilt að ég ríða á að þér. Það fá að kveða með hljóð sér að snögt fara aðeins yfir þessar áðurnefndu fundargerðir sem hér eru. Það er náttúrulega, menn hafa svona séð að það fyrirfram mest vinna við fjárhagsáætlun. Nú fer fram vinna milli umræðina í fjárhagsáætlun. Síðar umræðan verður hér 29. nóvember. Það var tekin svo ákvörðun það í bæjarráði á fundi 587 í tengslum við þá yfirferð. Nefndir hafa verið að skila af sem er að fara yfir eignarskipulags og umhverfisnefndar að fara yfir fjárfestingaráætlun næstu 3 ára og fleira þannig að það er búið að festa þann dag undir síðari umræðu fjárhagsáætlunar hér í bæjarstjórn eins og bæjarfulltrúar mun eru 3 fundir í nóvember vegna þess hann stendur það langur af sér í vikudögum. Aðeins líka hér á þennan fund komu stjórn veiðifélags Breiðdælinga og fór yfir hérna áherslur og skoðanir veiðifélagsins í tengslum við laxeldi í sjókvíum. Áttum með ágætis umræðu og sem var þarna átt sér stað og þeir fóru yfir svona það sem hefur komið í gegnum aðalfund þeirra og í framhaldi af því áttum við svona hreinskiptin og góð skoðunarskipti þetta. Jafnframt var lagt fram í vekja athygli bæjarfulltrúa á lið 18 í þessari fundargerð byggðarástefnu 2018. Það var afar gott minnisblað sem atvinnu- og þróunarstjóri vann byggðarástefnu sem haldin var 19. október síðastliðinn í Stykki í Sólmi og það sem var svona gerði grein fyrir þeim erindi sem það var og þetta var afar gott minnisblað í þessu. En sem að sjá í báðum þessum fundargerðum þá eru umfangsmiklar bókanir sem hafa gengið á milli og ég ætla ekki að fara að lesa þær hér en svo sem hægt að nálgast þær í fundargerðum bæjarráðs en bara eins og gefur að skilja ákveðin skoðanaskipt sem flokkarnir hafa átt vinnu við fjárhagsáætlun og ætla ekki að svona fara neitt dýpra í þær eru vel sýnilegar í fundargerðunum. Aðeins að fara yfir og vekja athygli á 11. lið sem var sett til umsagnar 29. mál
þingsályktunartillögu náttúrustofur. Við tókum náttúrulega þessu frumvarpi fagnandi, þessari þingsályktunartillögu átti að vera, sem gerir ráð fyrir að fjölga verkefnum náttúrustofana. Ég held að það sé afar vel til fundið. Við höfum góð og mikla reynslu af rekstri náttúrustofu Austurlands náttúrulega hér, sem sinnir mörgum og mjög mikilvægum verkefnum, hvað sem í vöktun hreindýrastofnsins eða hér í kringum álverið og fleira. Og við sjáum það alveg, og þetta í alveg anda þess sem við höfum barist fyrir bæði hér í þessari bæjarstjórn og inn á vettvangi Sambands sveitarfélaga á Austurlandi og með öðrum sveitarfélögum, að það eru hér góðar stofnanir eins og náttúrustofan, eins og heilbrigðiseftirlitið og fleiri sem geta svo sannlega tekið að sér fleiri verkefni og eru mikla þungamiðir í því að skapa hér störf og skapa hér umhverfi fyrir rannsóknir og vísindi. Og það afar mikilvægt að þessi nýttur þessi auður. Það hefur alveg, og ekkert farið fram hjá neinum, að það hefur verið svona ákveðin áhyggjuefni sem við höfum haft og höfum komið hér á framfæri, bæjarfulltrúar hér allavega, það að þegar lög opinber fjármál voru samþykkt, þá gera þau ágætu lög meðal annars, ekki ráð fyrir eins og gerum kleift stofnunum að sameina minni stofnunum sem undir ákveðin starfsmannafjölda og njóta stuðnings ríkisvaldsins. Og það bara mikið áhyggjuefni að við höfum verið talsmenn þess hér í Fjarðabyggð að horfa ekki í þessu stóru miðla á eftirlitsstofnanir, heldur útvista þessari vinnu. Og þarna komin góður vilji til þess og ég vona að þetta fari í gegn. Á þessari þingsályktun sem borin upp að Líni Gönnu Sævarsdóttur eru þingmenn allra flokka, sýnist mér, sem taka þátt í að leggja hana fram. Þannig hana virðist vera góð pólitísk sátt milli flokkana á Alþingi. Og svo sannlega vona ég til að þetta verði til þess að hér fjölgi störfum og verkefnum bæði hér og annars staðar á landinu. Og þannig að þetta var ágætt að fá inn í og við þetta tókum vel tókum vel undir þetta. Þetta svona kannski það sem ég vildi helst vekja athygli á í þessum fundargerðum. Utan náttúrulega þeirra, eins og ég sagði áðan, þess að þetta umfangs hefur heilmikil umræða átt sér stað fjárhagsáætlun. En orðið laust fundargerð bæjarráðs Jens Karl Helgason gerði svo vel. Forseti, ég vil taka undir með forseta varðandi þá skýrslu sem við fengum varðandi byggðaráðstefnuna 2018, mjög yfirgripsmikil og góð skýrsla sem atvinnufulltrúi sendi okkur frá þeirri ráðstefnu, mjög gott og mörg athyglisverð erindi sem eiga svo sannarlega erindi við okkur hér í Fjarðabyggð. Og ég vil einnig líka var mjög athyglisverð skýrslan í lið 2.10 ferðasumrið 2018, þar sem var sundurliðað mjög ítarlega hvernig gestir dreifðust hér og fjöldi og annað og nýting á söfnum og tjaldsvæðum og sundlaugum, hvernig þeir dreifðust hér sveitarfélagið og mjög góð skýrsla og upplýsandi svona hvernig landi lá núna í sumar gagnvart ferðamönnum, mjög góð skýrsla frá upplýsingafulltrúa sveitarfélagsins. Í lið 588 liður 1 fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019. Þar leggur fram Sjálfstæðisflokkurinn eftirfarandi tillögum sem reyndar hafi verið lögð fram á fundi 587 en í ljósi þessar tillögur sem eru lagðar fram á fundi að þá þurfa þær komið 2 daga fyrirvara þannig að það var alveg skiljanlegt að meirihlutinn þyrfti að liggja á þessu og bregðast við. Þannig að þetta var þá tekið fyrir á fundinum vikuna eftir. En Sjálfstæðisflokkurinn kom með eftirfarandi tillögum í leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð leggur fram eftirfarandi breytingar á fjárhagsáætlun fyrir 2019. 1. Í ljósi þess að fasteignamat íbúðarhúsnæðis að hækka mikið næsta ár, þá leggur Sjálfstæðisflokkurinn til að fasteignamat stöðull íbúðarhúsnæðis fara á 0,5% í 0,438% sem og holræsa og vaskgjöld verði lækkuð samtals 8 milljónir.
Samkvæmt minnisblaði fjármálastjóra eru áhrif þessara breytingar óverulegar á jöfnunarsjóðsframlag til sveitarfélagsins. Með þessari aðgerð er bæjarstjórn Fjarðabyggðar að ákveða að sækja ekki hækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis til íbúana. 2. Að gjaldskrá hitaveitu Fjarðabyggðar lækki 5%. 3. Að meirihlutinn endurskoði 33% lækkun á skólamáltíðum og þeim haldið óbreyttum frá gjaldskrá 2018. Meirihlutinn hefur boðað að lækkunin sé fyrsti fasi af 3 og því muni heildar áhrif af lækkuninni vera hátt í 100 milljónir í útgjaldaaukningu á ári á kjörtímabilinu. Lækkun á álagningarstuðli á íbúðarhúsnæði og holræs á vatnsgjöldum er innan við helmingur heildar áhrif á útgjaldaaukningarinnar vegna skólamáltíða en aðgerð sem gagnast öllum íbúum sveitarfélagsins. Enda í stað þess að sækja enn frekari hækkanir til íbúana og útluta til sumra þá njóta allir þess að álögur eru ekki hækkaðar. Mikil óvissa ríkir þjóðarbúskapinn fyrir árið 2019. Hagstofa Íslands hefur nú á dögunum uppfært verðbólguspá sína úr 2,9% í 3,6% og er það í takt við spár greiningardeilda bankana. Að auki er óvissa loðnuvertíð, samninga við Færeyinga aðgang að kolmunnamiðum og makrílveiðar næsta árs sem getur haft gríðarleg áhrif á tekjur sveitasjóðs. Mikill titringur er á hinum almenna vinnumarkaði og óljós hvernig það mun hafa áhrif á samninga við opinbera starfsmenn í framhaldinu. Í ljósi ofangreinds er mikilvægt að stígi sér varlega til jarðar í útgjaldaaukningu og bæjaryfirvöld gæti hófs í því að sækja enn dýpra í vasa skattgreiðenda í sveitarfélaginu en sníði sér frekar stakk eftir vexti. Og þarna heldum við nú að við værum nú kannski að reyna að koma á mótsvið og fá meiri hlutann til þess að hugsa kannski málið. En svo viku seinna þá kom nú annað á daginn og meirihlutinn lagði fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Meirihluti bæjarráðs Fjarðabyggðar, Fjarðarlisti og Framsóknarflokkur hafnar framlögðum tillögum Sjálfstæðisflokksins, þar sem þær ganga í meginatriðum þvert á stefnu núverandi meirihluta. Málefna samningu meirihlutans er metnaðarfullur. Það er nú reyndar alveg skilgreiningaratriðin, ok, flott. Og þar koma fram skýrar áherslur þeirra sem að honum standa til þess að auka þjónustu við íbúa og styrkja stóðið samfélagsins. Til þess að framfylgja þessum málefnasamningum þarf ábyrga fjármálastjórn. Jáhá. Og þess vegna hafnar meirihlutinn tillögum sem stefna tekjustöfnun sveitarfélagsins í óvissu. Meirihlutinn ítrekkar frá fyrri bókun sinni bæjarstjórn að væntanleg hækkun á fasteignastofninum eftir útreikninga Þjóðskrár Íslands er tilkomin vegna hækkunar og söluverðmæti húseigna hér á síðasta ári. Nokkuð neginn segir sig sjálft. Þar sem samspil fasteignaskatts og framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga er veigamikil þáttur í tekjum Fjarðabyggðar, þá munu þeir hópar íbúa okkar sem þessi hækkun kemur verst við, það er eldri borgar og öryrkjar fá hækkun tekjum við með umtalsvert. Og svona heldur meirihlutinn áfram. En ég velti fyrir mér þar sem að kemur mjög skýrt fram í minnisblaði fjármálastjóra að, og það er ákveðin mótsögn í þessu hjá ágætu meirihluta, að það er óverulega áhrif. Þessar fasteignaskattsbreytingar að lækka fasteignaskattsstuðulinn hefur óveruleg áhrif á framlög okkar úr jöfnunarsjóði. Og síðan hér neðst síðan kemur hér fram í meðal annars í bókun meirihlutans að þeir munu óska eftir aðstoð Þjóðskrár Íslands að skoða fasteignastofnin. Síðan er lið 2 þar sem að við leggjum til að það verði 5% lækkun á hitaveitu Fjarðabyggðar, að því er hafnað og bent á að raunlækkun gjaldskrár hitaveitunum var 7% 1. janúar 2018 sem er fagnaðarefni og við hefðum viljað halda áfram þeim lækkunarfasa á hitaveitunni þar sem að hún er með allra dýrustu veitum á landinu en þann dag í dag þrátt fyrir að hafa verið lækkun 7% á síðast ári. Ég velti því fyrir mér, nú sjáum við að önnur sveitarfélög er að lækka fasteignagjaldstuðlana sína
Kópavogur, Fjarðabyggð er með stöðulinn, álagningarstöðulinn í 0,5. Kópavogur var að fara úr 0,23 í 0,21. Það þýðir það að íbúi í Fjarðabyggð sem á eign sem er metin á 35 milljónir, sem er nú bara cirka svona meðal íbúðarhúsnæði hér á mörgum stöðum, að hann er að borga sömu fasteignagjöld og íbúi Kópavogi sem á húseign upp á rúmar 83 milljónir. 83 milljónir. Og ég bara velti því fyrir mér hvort að meirihlutinn sé ekki að átta sig á því að einhver tíman og einhver staðar verður að draga línunni því hvenar við ætlum ekki að sækja dýpra í vasa íbúana hér í bænum, hvenar við ætlum ekki að sækja þessar hækkanir. Hvað er viðmiðið? Að því að við erum að rukka íbúana okkur alveg ótrúlega mikla peninga og við erum komin yfir þolmörk vil ég meina. Þannig að við lýsum yfir vonbrigðum með þessa afstöðu meirihlutans og hún gefur þá að reyna ekki að ná samstöðu fjárhagsáætlunina núna. Þannig að þá er það bara þannig og við það verður að sitja, en við munum halda áfram að berjast þó fyrir þessu, þrátt fyrir það. Takk fyrir Jens. Ég ætla nú aðeins að fá að kveða með hljóðstof hér í annað sinn og ljúka svona að lesa bókunina sem Jens ákvað að hætta við í miðjum klíðum að lesa. Mér varst nú ágætt hennar að lesa bókana meirihlutans. Ég ánægði með það og ég vona svo sannarlega að hann fari líka stundum eftir því sem í þeim stendur. Og þannig ég mun nú byrja á því kannski aðeins áður en hefsti mitt út af umræða hans tillögur. Ég er algjörlega sammála því að það væri og best hefði verið nú sem endar næra við höfum geta haft þetta samstöðum fjárhagsáætlun. Ég ætla svo sem ekki að fara neitt dýpri það heldur en við ræddum það svo sem hér á tímabili í haust, hvort það væri slíkur vilji og menn vildu fá aðeins að sjá hvað væri undir. Ég skil ekki alveg hvernig menn nálgast það þá maður leggja fram 4 tillögur, sérstaklega maður draga tilbaka lækkun á gjaldfrelsi skólamáltíða og telja að það sé góð byrjun á það að ná saman fjárhagsáætlun. Að leggja fram tillögurnar bókaðar í bæjarráði sem er eðlilegt og rétt, því að þeir vildu leggja fram tillögur á þessum fundi og það þarf alltaf samkvæmt fundarsköpum bæjarstjórnar að leggja fram tillögur 2 dögum áður þannig að allir hafi jafnan rétt á að kynna sig eðliðra. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn valdi bara að leggja það fram að fyrir fundi bókaðar og óska til því að það eru þó tekna fyrir næsta fundi sem var bara sjálfsagt og gott. En ég er nú vanur því að við byrjum í einhvern samræðum og förum svo í það en tillögurnar, ef þær voru leið til sátta þá sá ég nú ekki alveg þann vinkil á þeim kannski í byrjun. Ég ætla að klára að lesa þá aðeins bókum meirihluta bæjarráðs alveg til enda og tek þá kannski fyrir hlutan þar sem hann var settur inn svona skýringatextar hjá Jens í honum að þá taka þetta bara í heild sinni þannig að þeir séu undanskildir en meirihluti bæjarráðs Fjarðabyggðar, Fjarðalisti og Framsóknarflokkur hafnar framlögum tillögum Sjálfstæðisflokksins þar sem það ganga í meginatriðum þvert á stefnu núverandi meirihluta. Málefnasamningur meirihlutans er metnaðarfullur og þar kom fram skýra áherslu þeirra sem að honum standa til þess að auka þjónustu við íbúa og styrkja stoðir samfélagsins. Til þess að framfylgja þeim málefnasamning þarf ábyrga fjármálastjórn og þess vegna hafnar meirihlutin tillögum sem stefna tekjustofnum sveitarfélags í óvissu. Meirihlutin ítrekar á fyrri bókusinni bæjarstjórn að væntanleg hækkun á fasteignastofnunum eftir útreikninga Þjóðskrár Íslands sem tilkom vegna hækkunar á söluverðmæti húseigna hér á síðasta ári. Þar sem samspil fasteignaskatts og framlag á jöfnunarsjóði sveitarfélaga er veigamikill þáttur í tekjum Fjarðabyggðar. Þá munu þeir hópar íbúa sem þessa hækkun kemur verst við, það er eldri borgarar og öryrkjar, fá hækkuð tekju við með umtalsvert og þannig mun afsláttur á fasteignaskatti nýtast fleiri en áður hefur verið. Þá munu barnmargar fjölskyldur njóta þessa önnur gjöld sem að þeim snúa, hækka ekki eða lækka umtalsvert. Meirihlutinn telur þó nauðsynlegt að greina frekar þá hækkun sem verið hefur á fasteignastofnunum og mun óska eftir aðkomu Þjóðskrár Íslands að slíkri vinnu næsta ári. Þá liggur fyrir að fjárfestingarþörf er innan hitaveitu Fjarðabyggðar á komandi ári. Fara þarf í niðurdælingar, útskipt á mælum ásamt því að reisa þar jöfnunartank til að hitaveituna á Eskifirði haldi áfram að þjóna notendum sínum. Hitaveitan er í B-hluta sveitarsjóðs og samkvæmt lögum eiga fyrirtæki B-hluta að standa undir rekstri sínum með gjöldum.
Þá er rétt að minna á raunlækkun gjaldskrár hitaveitna var 7% 1. janúar 2018. Varðandi tillögu Sjálfstæðismanna með endurskoða lækkun á skólamáltíðum og draga hana tilbaka, sem virðist vera helsta stefnumál þess ágæta flokks í Fjarðabyggð, þá hafna meirihlutinn þeirri tillögu. Það er algjörlega skýr vilji meirihlutans að áður samþykkt lækkun standi og sé fyrsti liður í því að skólamáltíðir verði gjaldfrjálsar á kjörtímabilinu. Það er stefna meirihluta bæjarstjórnar Fjarðabyggðar að gera betur við barnafjölskyldur í Fjarðabyggð og lækkun skólamáltíða mikilvæg þáttur í því sem og að hækka ekki gjaldskrár í leik- og grunnskólum. Staða barnafjölskyldna í Fjarðabyggð er misjöfn og er þetta leið til þess að jafna stöðu barna leið að lækka álögur á barnafjölskyldur til að vera enn betra að búa í Fjarðabyggð til framtíðar. Svona hljóðaði hún og öll í heild sinni og því aðeins að koma inn á kannski tvennt í þessu. Menn geta haft á því mismunandi skoðanir hvað er ábyrg fjármálastjórn og ég ætla ekki að fara að eyða tíma hér í að hártoga það fram og tilbaka. Telji Jens að hún sé ekki ábyrg, þá er það hans skoðun og Sjálfstæðisflokksins og þeir munu eflaust benda á það á næstunni. Ég hef ekki áhyggjur því með þann bókunarfjölda sem verið hefur á það sem afir þessu ári að það verði ekki gert. Við aftur á móti teljum það að nú stendur yfir endurskoðun á jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Jöfnunarsjóður sveitarfélaga er gríðarlega mikilvægur í tekjustreymi Fjarðabyggðar sem og annar landsbyggðar sveitarfélaga. Þar hangir saman að þú nýtir gjaldstofn og þetta er ég búin að fara yfir hér áður og þetta þekkjum við öll sem eru búin að vera hér og jafnvel lengi. Að þarna er þetta mikla samspil sem munar og það mun muna í sveitarfélagans og Fjarðabyggð sem er ekinir í mörgum hverfum, þá mun jöfnunarsjóður, allavega enn sem komið hafa mikið að segja. Til þess að þú fáir jöfnunarsjóður þá átt að nýta tekjustofnana. Við höfum ekki fullnýtt þá í fasteignagjaldi hvorki núna né í tíð fyrir bæjarstjórna. Það hefur verið. Hvað varðar verðmæti byggingu í Fjarðabyggð, þá geta menn tekið það umræðu hvenær það er orðið, hvenær það verðmæti er farið að endurspegla sannlegt verðmæti. Það er líka gleðiefni, þó ég sé ekki að fagna því að það hækki fasteignagjöld. Að það er gleðiefni að við búum í samfélagi, þar sem eignir fólks skuli vera nær raunveruleikanum heldur en er víða land og þeirri aðstöðu sem við vorum hér áður fyrr. Það er ekkert mjög langt síðan að hverfi Fjarðabyggðar í fyrrum sveitarfélögum sínum glímdu við það að hér lækkaði fasteignamat vegna þess að verðmæti eignanna var að lækka og það var ennþá verið staðheldur en þessi. En það er mikill mismunur á þessi Fjarðabyggð. Það þekkjum við vitum vegna þess að aldur húsnæðis er mismunandi og þess vegna er nauðsynlegt að Þjóðskrá Íslands sem fer með þetta fyrir hönd ríkisvaldsins koma að þessu máli. Menn geta haft það einhverjum flimtingum og talið það léttvægt en ég held að það sé rétt að skrefið að byrja. Hvað varðar þegar að hér hefur aðra minnst á og vitnað reglulega í Kópavog, heyr ég núna, sem er vel og gott að þeir skuli stíga þessi skref, ekki ætli að lasta það hvorki á þeim nýja öðrum með sveitarfélögum sem þetta verið gert í Hafnarfirði einni. Það ætli að minna á nokkra hluti sem er rétt að hafa í huga þegar kemur að okkur sem út á landi búum. Fyrsta lagi er það í þessum sveitarfélögum samspil jöfnunarsjóðs hverfandi á móti það sem við erum með hér vegna þess að þau eru höfuðborgarsvæðinu. Síðan skulum við hafa það í huga þá miklu verðmætaaukningu sem er átt í stað í húsnæði á höfuðborgarsvæðinu svo árum og áratugum skiptir. Það hallar aðeins á það út á landi versus það. Síðan var ég nú staddur í Kópavogi síðustu viku og ók þar og sá þar miklu byggingar sem þar eru að rísa í íbúðarhúsnæði eins og eru á höfuðborgarsvæðinu víða en sérstaklega í þessum sveitarfélögum hann í kring þá er nú á því svona aðeins stigsmunur á því íbúðamagni og því magni sem á bakvið þann fasteignamagnastofn stendur og síðan aðstöðu þeirra sem þar búa til þess að og þeirra sveitarfélag til að reka ýmsa þjónustu. Þannig að það er ágætt að setja þetta í samhengi á þess að ég nokkurn hátt að draga því að það er gaman og ánægilegt að sjá þegar sveitarfélag geta dregið álögum sínum en þá verður það líka að vera viss aðstöðumunum sem það skal hafa í huga og því miður hallar ennþá landsbyggðina þó svo sannarlega við vonum að það sé nú að vera viðsnúningur á og við sjáum okkur fjölgar en sem komið er töluverð gjá þarna milli. Aðeins í tengslum við hitaveituna á Eskifirði og þá tillögum það var stigið mitt skref við fórum og höfum farið í gegnum heilmikla greiningavinnu á síðustu árum á rekstri hitaveituna og kynntum það meðal annars á ágætum íbúafundum og fleira því að menn höfðu það sem var farið vel í gegnum það rekstur
og þetta skref sem var stigið hér að bæjarstjórn í síðustu fjárhagsáætlun gerð var einmitt stigið með það í huga, en enga síður þá býður okkar gríðarlega mikla fjárfestingar á Eskifirði og ég vakti athygli því fyrra og ég held ég hafi gert það árlega að sú veita líkt og aðrar meðan hún að ná þeim aldri, við erum ofta að bera okkur saman veitur sem eru búin að vera 20 ára jafnvel uppi, að við erum ekki í þeim efstiði, ég hef nú ekki séð samantektin núna, ég held við sem ekki í efsta sæti en við erum þarna ofarlega, sá sannlega á þessari veitu sem núna nálgast, var hún ekki tekin í notkun að fullu 2006 eitthvað svoleiðis, einhvers staðar þeim bili, ég man ekki alveg 5-6 á þeim tíma þeim tíma sem liðið hefur, þá höfum við annars vegar náttúrulega, hún hefur verið að greiða niður sín lán sem hún tók til stofnunar, en það heilmikið land, við þurfum að koma á frekar niðurdælingu, við þurfum að bára fleiri hólur, við þurfum að koma jöfnunatanki fyrir í útbæ Eskifjarðar til þess að ná jafnar reynsli, allt þetta gerir það verkum að svo sannlega þarf að horfa til þess að gjaldskráin sé sanngjörn, en endurspeglun það þannig að þessi veita geti sinnt íbúum sínum ókomna tíð, vegna þess að þetta mikil lífsgæði fyrir Eskfirðinga líka, en hún mun vinna sér niður og hennar gjöld munu eflaust lækka eins og annara, svo framan sem hún þurfi ekki að ráðast í miklar og stórar fjárfestingar til að viðhalda sér í framtíðinni, en þetta eru þær fjárfestingar við þurfum að stíga núna, nákvæmlega eins og í Vatnsveitu Fjarðabyggðar, þar sem við þurfum að koma að vatnstangasmíð bæði á Fáskrúðsfirði út á Norðfirði, þetta eru stofnanir sem eiga endurspegla rekstur sinni í gjöldum, því miður náum því ekki frá utanni og þar mun þurfa eflaust að koma til eitthvað stórfellt átakin í framtíðina með ríkisvaldinu og við teljum það sé nú hluti sem við þurfum að ræða víðara vettvangi, en fjárfestingar munum verða þessum veitum til þess að geti sinnt sínum þörfum, en auðvitað munum við reyna að gera það þeim tíma þannig að það verði ekki til þess að það verði það íþyngjandi álögur á. Síðan geta menn endalaust, það bara liggur fyrir að milli okkar ekki samstaða lækkun skólamáltíða. Það held ég að dyljist ekki neinum. Ég held að þráttur ég gjarnan vildi að það væri samstaða og full samstaða milli okkar að stíga þau skref sem að stíga núna, þá verðist það ekki nást hér milli Sjálfstæðisflokksins og síðan annara flokki bæjarstjórnar. Gefandi það að miðflokkurinn hefur boðað það að þeir styðji lækkun skólamáltíða og það verið gjaldfrjálsar. Það finnst mér vera miður. Ég hefði svo gjarnan viljað, ég held nefnilega undirniðri þá séum við alveg sammála það. Við höfum allir verið samstíðið því að stíga þau skref sem einfalda barnafjölskyldum og létta þeim lífi í gegnum tíðina. Við höfum ítrekað og gerðum á síðustu tveimur kjörtímabilum að draga úr hækkunum á þjónustu til barnafjölskylda, bæði leikskóla, við höfum komið í góðu samstarfi, góðu kerfi afslátt á báðum skólastigum, bæði skóladagheimilum og leikskólum. Þannig að það hefur verið mörg skref stigin. Ég hef telið nefnilega að þetta sé kannski það stærsta, en því miður, það bara ekki þetta samstað og þá það þannig, og við getum talað það hér áfram. Ég svo sannlega tilbúin þess að ég held að það muni kannski ekki snúa því sem sjálfstæðismenn hafa boðað í bókunum sín. Þannig að svo það og þá verður það ágreiningur. Ef ég fæ aftur samantektin og því þetta kosti milljarð á 10 árum, ég ger jafnvel ráð fyrir henni, ég fengi að heyra hana svolítið, að þegar það verða fullu kona til, þá það þannig. Í meðal ári þá hugsa ég við eyðum svona 30 milljónum í að ryðja snjó í Fjarðabyggð, í svona góðu meðal ári. Hugsanlega ennþá meiru. Við setjum þetta mikla peninga í rekstur skíðasvæðis, 45 milljónir á ári. Og svo framvegis aðeins. Við erum að veita alls kyns þjónustu. Ég get tekið hann og reiknað hann upp á 10 árum og gert hann að hundruðum og milljóna og upp í milljarð. Ef maður vilja fara í þannig útfærslu. En það snýst það, samt enga síður, hvaða þjónustu viljum við veita? Ég ekki sér maður til þeim peningum í það að fara. Svo sannarlega ekki. Það bara hluta því að byggja samfélag. Það hluta því að þegar við ryðjum hér göturnar og gerum fólki kleift að komast í vinnu og með börnin sín í skólanslíð, það bara þjónusta. Það væri gott að geta sparað hana og nota peningan í eitthvað annað, en við veljum að veita það þjónustu.
eins og með skíðasvæði sem svo mögnu perla, hvað sem í ferðamannatræfingu, íþróttalífi eða bara lífsgæðum við veljum okkur að reka þetta og það er sér svo létt að taka og segja á 10 árum þá kostar þetta bara $500,000,000 en þetta spurningin þá þjónustu sem við viljum beita og veita hverju sinni og ég bursi frá því hvað sem við erum sammála lækkun skólamáltíða sem leiðir til gjaldfrelsis þá ég viss það að það mun verða til þess að fyrir fólk, ungt fólk sem á mörg börn þá mun það horfa til Fjarðabyggðar bæði þau sem hér búa og þau sem hér alltaf flytjast þá það vega mikið þáttur ég hef trú á því sjálfur en það getur vel verið að það sé einhver annar að mati ekki rétt og þá það bara þannig þá það bara það skoðan ágreiningu sem við leiðum til lykta eins og við getum en ekkert við því að segja slíkt þannig að ég ætla ekki að hafa fleirum orðum þetta hér en orðið laust undir fundargerð Bæjarráðs ég hef ekki mála mínu vill einhver taka til máls Einar Már gerði það svo vel Forseti góðir bæjarfulltrúar ég vil nú byrja á því að lýsa yfir aðdáun á bæjarfulltrúanum Jens Garðari Helgasyni fyrir þrautsegju ég eiginlega man ekki eftir því á mínum ferli í sveitarstjórnarmálum að hafa heyrt jafn oft sömu ræðuna ég held að þetta sé bara orðið met og ég vona að hann bæti í frekar hann á einn möguleika eftir enn hér á þessum fundi til þess að fara með hann einu sinni enn ég búin að vera að leggja mig fram það að reyna að skilja hver málflutningurinn hver ástæðan fyrir þessum málflutningi og ég held að hann sé mjög augljós og ég held að forseti hafi komið ágætlega inn á það bara annar hugsunarháttur Jens Garðar hefur ekki aðhyllst félagshyggju og hann augljóslega ekki talsmaður félagshyggju hann talsmaður annarra afla sem að berjast fyrir öðru samfélagi heldur en við sem tilheyrum félagshyggjunni við erum meðal annars að berjast fyrir auknum jöfnuði í samfélaginu við teljum mikilvægt að bæta hag barnafjölskylda í samfélaginu og þess vegna meðal annars erum við að fara þá leið sem við erum að fara núna við þurfum held ég ekkert að vera að velta okkur upp úr þessu fram og tilbaka nema við höfum auðvitað og ég veit að Jens Garðar hefur jakað manna því og ég að taka svona rökræður þessi mál en ég held að við breytum ekkert viðhorfum hvors annars í þeim efnum þrátt fyrir það þetta bara það sem skilur að og ég held að það sé til dæmis mjög gott veganesti og ég hef verið að hugsa að það verið gaman ég hafði nú eiginlega ekki hugsað mér að taka þátt endur í næstu kosningabaráttu en ég eiginlega farin að hafa tilhlökkun fyrir henni vegna þess að það ekki oft sem maður búin að fá bara bókanir sem maður getur lagt út af í kosningabaráttu til að leggja áherslu á þennan mun það sem sagt öfl sem að berjast fyrir þessa hópa og svo öfl sem að berjast fyrir aðra hópa og þarna kemur mjög skýr mynd sem að mjög auðvelt að draga upp og ég held að allir muni skilja þannig ég ætla nú ekkert að fara svo mikið nánar út í það en það annað líka sem að vakti sérstaklega athygli mína og kannski hluta hennum leikrænu hæfileikum bæjarfulltrúans það það að leika það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi komið biðjandi meirihlutanum það að sína nú samstöðu við gerð fjárhagsáætlunar og leggja það fram alveg sérstaka bókun ákveðna hluti og það sé hinn vænlegasta leið til að ná samstöðu ég held að það væri nær fyrir bæjarfulltrúana að koma til dæmis til okkar sem vorum í minnihlutanum hérna á síðasta kjörtímabili og fá hjá okkur kannski örlítla leksju í því hvernig þetta ná samstöðu ég tel til dæmis að megin hluti síðasta kjörtímabils það var mjög góð samstöðu fjárhagsáætlun og ég held að fjárlagalistin hafi náð býsna góðum árangri í fjárhagsáætlunni án þess að leggjast í endalausar bókanir nær ætíð þær sömu og þannig að ég held að sé miklu vænlegra menn á annað borð vilja ná árangri í viðgerð fjárhagsáætlunar að við hafa önnur vinnubrögð en það eins og annað menn hafa mismunandi viðhorf til hlutana og það eðlilegt að virða það ég vona að núna þegar að fljótlega sem sagt á næsta ári þegar við förum undirbúa næstu fjárhagsáætlun þá liggi þetta bara algjörlega fyrir hvaða leið ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að fara þannig að við getum þá metið það hvernig við vinnum fjárhagsáætlun ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að vera á þessari vegferð
þá bara liggur það fyrir og þá auðvitað bregðust við því. En mér finnst engin ástæða til þess að þessu stigi að gefa sér það að þannig verði það eilífu. Þannig að ég vona svo sannarlega að við getum tekið upp önnur vinnubrögð í þessu. Síðan það aðeins sem að forseti var nú búin að gera mjög vel skil, það að segja með jöfnunarsjóðinn og hvort áhrif eru verulega eða óverulega eða hvað áhrif það eru, þá liggur það ljóst fyrir að tillögur eru komnar í borð sem að á bara eftir að ganga frá og ég held að það sé alveg ljóst hvernig þær munu líta út, það að segja þær munu líta þannig út að þau sveitarfélög sem ekki nýta sér þá tekjustofna sem þeir hafa, þeir munu fá verulegar skerðingar á jöfnunarsjóði. En það finnst mér það eðlilegt. Ef að sveitarfélög telja þau þurfi ekki að nýta tekjustofna sína, akkur ættu þau þá að vera frá alls konar framlögur jöfnunarsjóði. Þannig að ég styð þá breytingar sem lagðar eru til að það verði auknar skerðingar til þeirra sveitarfélaga sem ekki nýta sér tekjustofnana. Síðan það allt annar handlegur og mér finnst að bæjarfulltrúi Jens Garðar ætti að beita sér á öðrum vettvangi fyrir því að breyta grundvelli í tekjustofnum sveitarfélaga. Og ég get tekið þá umræðu með honum það að mér finnst fasteignagjöld vera hluti af því sem að ég vil breyta í tekjuöflunum sveitarfélaga. En við gerum það ekki eitt og eitt sveitarfélag, heldur þurfum við að gera það á landsvísu með breytingu og lögum tekjustofnum sveitarfélaga. Því að það á margan hátt rétt að fasteignagjöld eru ekki besti tekjustofn eða réttlátasti tekjustofn sem við höfum. Það hægt að gera ýmsar breytingar á til batnaðar. En það sem vakti mest athygli mína þegar ég var í þessum leiðangri mínu að reyna að skilja, því að við erum nú alltaf það ekki að reyna að skilja hvort annað og það með jákvæðum hætti. Þá eiginlega brá mér þegar ég áttaði mig á því að Sjálfstæðisflokkurinn að leggja til stór aukin álög á barnafjölskyldur í sveitarfélaginu, vegna þess að ef ég skil rétt og með þeim fyrirvara, ef ég skil rétt þá eru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að leggja til að skólamáltíðir hækki 33% áramótin. Hækki 33% áramótin. Það ekki hægt að skilja þetta á neitt annan hátt. Og það eru stór auknar álögur á barnafjölskyldur. Þannig að ég vil nú biðja bara á jákvæðan máta að biðja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að hugsa þetta nú aðeins betur. Getur það verið virkilega að þeir telji nauðsynlegt að hækka skólamáltíðir 33% næstu áramót? Og ef svo hver þá ástæðan fyrir því? Takk fyrir að vera fleiri hversi ljós. Jens Garðar Helgason, gerðu svo vel. Þetta bara þinn tíma. Forseti, hér eru búin að vera langar og mikla ræður, misdjúpar þó, og ég ætlaði aðeins að taka þetta hérna bara svona skref fyrir skref. Fyrsta lagi varðandi hitaveituna. Þá mönnum það algjörlega lífsins ómögulegt að hérna ætla að lækka hitaveituna meira. Sveitarsjóður nú eitt stærsti lánadrottinn hitaveitunar. Og ég verð nú að segja það að þegar að sveitarfélagið sjálft úthlutar sér stóra afslætti í notkun á heitu vatni, sem síðan þá greitt og haldið uppi af restin af notendum hitaveitunar, og kemur svo og segir að það sé ekki hægt að lækka að því það þurfi peninga, þá ger ég ráð fyrir því að ef það vantar svona mikla peninga í hitaveituna, þá ger ég ráð fyrir því að sveitarfélagið muni þá slá af sínum afsláttum sem það gefur sjálfum sér, til þess að þeir sitji eftir í hitaveitu Fjarðabyggðar til þess að ráðast í þær miklu framkvæmdir sem að framundan eru eftir því sem að þeir segja hér báðir Einar Már og Jón Björn. Varðandi, og það náttúrulega líka svolítið sérstakt, að við erum búin að fara í gegnum fyrstu umræðu fjárhagsáætlun og núna fyrir 2 dögum síðan, eftir fyrstu umræðu fjárhagsáætlun, 2 vikum seinna, að þá dettur inn gjaldskrá fyrir hitaveitu Fjarðabyggðar og að sjálfsögðu þar boðuð hækkun á 2,9%, en
hún að detti núna. Hún var ekki inn í fjárhagsáætlunni og var ekki tekin fyrir og ekki afgreitt fyrir fjárhagsáætlun fyrir umræðu og að detti núna. Varðandi jöfnunarsjóðin. Ég held ég muni það rétt að ekki sveitarfélagið að fá einhverja 1200–1300 milljónir í jöfnunarsjóðsframlag á næsta ári. Og samkvæmt útreikningum fjármálastjóra þá eru framlagið að hækka einhverjar 80–85 milljónir. Er það ekki rétt munað hjá mér? Samkvæmt minnisblaði fjármálastjóra að þá þetta innan við 20 milljónir áhrifin sem það hefur á jöfnunarsjóðsframlagið að lækka fasteigna skattstöðulinn úr 0,5 í 0,438 og lækka holræsa og vaskgjöld 8 milljónir til þess að við sækjum ekki hækkunina. Við erum ekki að tala það að fara að lækka gjöldin, við erum einungis að tala það að þau standi í stað. Að það sem hún borgar í ár sé það sama og borgar á næsta ári, að því að sveitarstjórnin hefur ákveðið það að hún ætlar ekki að sækja þessa hækkun frekar í vasa íbúana. Að því hún orðið það skökk. Ég tók stikkpröfur á Neskústað, Eskifjörð og Reyðarfjörð. Það er mjög auðvelt inn á fasteignamatinu. Að taka stikkpröfur á húseignum. Og af þessum 3 þéttbýlustu stöðum Fjarðabyggðar að þá fasteignamatið að hækka svona 14,2 til 14,9% og mjög algengt á þeim húsum sem ég tekkaði. Og fastegnamatið á þessum húsum var svona mikið 30–35 milljónir og eins og ég sagði áðan þá það að því að hér er verið að tala að barnafjölskyldur, það sem betur fyrir verið fjölgun íbúa í Fjarðabyggð. En þegar það er verið að tala það að barnafjölskyldur muni einungis horfa í ódýra skólamáltíðir, þá ger ég nú ráð fyrir því að fólk muni vilja búa hér eftir að börn þeirra eru komin af skólaaldri, en þau sitja uppi með 0,5% fasteignagjaldastöðulinn það sem eftir er. Skólamáltíðirnar. Það er nú varla svaravert að ætla að fara hér í einhvern pólitískan sandkassaleik við ágætan bæjarfulltrúa Einar Má það að við viljum hækka gjaldskránu 33%. Það var lagður hér fram viðauki í haust við núverandi gjaldskrá upp á 7 milljónir til þess að lækka gjaldskrána síðustu 3 mánuði ársins. Október, nóvember og desember. Þannig að nú erum við að tala gjaldskrá sem að breytast frá gjaldskráin sem búin að vera meirihluta þessa árs 450 krónur. Við höfum fagnað því að það á ekki að hækka aðrar gjaldskrár eins og í leikskólum og annað. Við höfum fagnað því. Og skólamáltíðir í Fjarðabyggð eru niðurgreiddar nú þegar 40%. 40%. Og okkar tillaga var sú að skólamáltíðirnar myndu ekki hækka úr því sem þær voru settar hér fyrir þetta ár. Og þá er ég ekki að tala viðaukan sem að meirihlutin kom með núna á síðustu stundu. Þannig að þetta er pólitískur leikur Einars Más og það sjá allir í gegnum það. Ég held að þegar við horfum á að við erum að fara í þessa útgjaldahækkun, eins og kom fram í minnisblaði fjármálastjóra, þar sem hann varar við frekari útgjaldaaukningu í minnisblaði sínu til bæjarráðs. Við dönsum á þeirri línu að þurfa að fara í gjaldtöku. Það hefur nú bara komið hér fram að við séum lántöku. Við dönsum á þeirri línu að þurfa að fara í lántöku, að þá tali menn ábyrga fjármálastjórn. Er sem sagt ábyrg fjármálastjórn að nýta allar hækkanir og auka svo útgjöldin ennþá meira jafnvel. Hækka allar gjaldskrár fyrir utan 1-2 og ætla að slá sér til riddara með þeim, en hækka rauninu allar aðra gjaldskrár á alla íbúa sveitarfélagsins og segja svo sjáu hvað við erum frábær. Það bara fer ekki saman hljóð og mynd í málflutningi meirihlutans í þessu máli. Þeir eru bara svolítið eins og illa döbbuð brúslímynd
þegar kemur að því að tala ábyrga fjármálastjórn, ágætur meirihluti. Og ég held að þegar að við horfum á, ég heyri það að bókanir Sjálfstæðisflokksins eru hérna mikið að pirra þá félaga og valda þeim miklum pirringi og það allt í lagi. En af hverju verið að bóka þetta? Hvernig var sveitarfélagið rekið? Við erum með vaxtaberandi skuldir upp á 6,5-7 milljarð. Við erum að borga í vexti og afborganir 900 milljónur á ári. Og eins og ég hef oft sagt áður, þá hvarf það ekkit við síðustu kosningar. Það hjallur sem við komumst ekki yfir og mun ekki verða bærilegur fyrir en eftir árið 2023. En meirihlutinn, hann lætur þetta sem vindum eyru þjóta og ætlar að halda áfram í útgjaldaaukningunni. Ég sé það núna á samfélagsmiðlunum að eldri borgarar eru farnir að kalla eftir slættinum. Það nú kannski full seint núna fyrir formann eigna skipulags- og umhverfisnefndar að ætla að fara að slá garðan hjá gamla eldri borgurum sveitarfélagsins núna, en hann mun líklega boða það næsta sumar, þannig að þar verður einhver útgjaldaaukning. Einnig hefur meirihlutinn lofað sem var inni að fara að moka hér fyrir fólk, moka sérstaklega heimkeyrslur og annað. Það mun fela kostnað í sér. Þannig að þegar að verða að segja það að Sjálfstæðisflokkurinn bóki mikið, þá Sjálfstæðisflokkurinn að bóka af því að það ekki góð fjármálastjórn og stefna meirihlutans ekki góð og fjárhagslega sjálfbær til lengri tíma. Það verið að stór auka útgjöldin þegar það ekkert svigrúm til útgjaldaaukningar. Og hvernig á að slá sig til riddara með þessum útgjaldaaukningum? Jú, eins og alltaf, að því ekki þessi peningar til í sjóði, eins og alltaf á að senda reikningin á íbúana. Og síðan ætla stjórnmálamennir að mæta og slá sig til riddara og sjáu hvað við gerum fyrir ykkur hér og takk fyrir ykkur allir hinnir að hafa borgað svona ríflega og vel í þessu öllu saman. Það hefur verið, og við verðum að horfa á það hefur verið meginreglan í rekstri sveitarfélagsins. Og við ætlum að ryðja göturnar og veturna. Við ætlum að gera það vel. Af því að það lykilatriði í því að íbúar okkar komist til og frá vinnu, geti sótt börnin sín í skóla og þar fram eftir götunum. Við höfum lagt metnað í það að reyna að halda bæjunum okkar snyrtilegum. Og við höfum lagt metnað okkar í það að halda skólunum okkar gangandi og veita þar sem bestu þjónustu sem hægt að fá. Og að sjálfsögðu höfum við alltaf sett peninga í það þegar að félagsþjónustuna eða félagssviðið hefur vantað pening, barnavernd eða félagsþjónustan hefur vantað pening, þá hefur alltaf verið peningur í það til þess að sveitarfélagi standi vörð okkar minnstu bræður og systur og standi við sínar lögbundnu skuldbindningar. En nú meirihlutinn að stefna í allt aðra átt. Og Einar Már klikti hérna út áðan með því að segja að hann muni ekki. Nú ég ekki að vitni hann orðrétt, en svo að það verður nú ekki slitið úr samhengi, en hann sagði hér áðan að hann muni ekki lækka hér gjöld sem muni hafa áhrif á jöfnunarsjóðinn. Og það loforð til íbúa að hér muni álögur ekki lækka. Og ég verð bara að segja að það ekki falleg framtíðarsýn fyrir fólkið í Fjarðabyggð næstu 4 árin. Þakka fyrir Jens, það sem ég hef talað tvisa þá má ég muni samt nýta mér það að bara svo beindur orðum til mín bókanir. Ég var alls ekki að pyrra mér með bókanir, ég sagði að þið myndu eflaust bóka það þó ef við teldu eitthvað til betur að koma fram. Það var bara þannig, ég vona að það skiljist. En vilja fleiri kveðsljós? Einar Már. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, ætli sé ekki rétt að byrja á því þegar að bæjarfulltrúi Jens fór að vitna í mig og mér fannst þetta nú bara óvenju nálægt í að vera rétt, ekki alveg 100% rétt en býsna nálægt í. Það sem ég var að segja var það að ég tel óvarlegt að lækka gjöld sem að hafa áhrif á það að við fáum minn út úr jöfnunarsjóði. Ég tel að við eigum að
reyna að ná öll út úr jöfnunarsjóði sem við mögulega getum og vegna þess að það eru líkur á því að það verði enn hert á skerðingum við það að menn nýta ekki tekjustofna, þá held ég við að nýta tekjustofnana. Við höfum síðan ýmsar aðra leiðir til að mæta þeim hópum eins og með fasteignagjöldin þar sem við mætum öldruðum og öryrkjum með því að veita þeim sérstaka afslætti og þannig getum við komið til móts við þá sem helst þurfa á því að halda og það er kannski þessi grundvallar munur. Við viljum koma til móts við þá sem þurfa helst á því að halda en ekki endilega yfir allan hópinn þegar það kemur að því til dæmis að skerða tekjur okkur úr jöfnunarsjóði og mér fannst á tímabili bæjarfulltrúi Jens Garðar minna mig á annan bæjarfulltrúa sem hann hefur oft verið að vitna í og talað smáura. Að vísu var það kannski ekki alveg sama upphæðin en ég er bara þannig gerður að mér þykja 20 milljónir ekki smáurar. Þannig að ef það er skerðing úr jöfnunarsjóðum 20 milljónir þá finnst mér það bara skerðing sem er 20 milljónum á mikið. Þannig að ég tel okkur hafa fulla þörf fyrir þessar 20 milljónir. Svo þakka ég Jens Garðar fyrir það að staðfesta það sem ég sagði að tillögur sjálfstæðismanna ganga út á það að hækka skólamáltíðir 33% hjá barnafjölskyldunum og það er ágætt að það er bara skýrt, það er bara þeirra stefna og ég hef aldrei nokkuð tíman aðhyllst þeirra stefna og mun væntanlega aldrei gera það þannig að mér bregður ekkert við það að þetta sé stefna þeirra, bara ekki nokkuð skapaðan hreint hlut. Ég bara var að benda þeim á að ef þetta var einhver miskilningur þá hefðu tækifæri til þess að lagfæra það en þeir eru grjótharðir og þá er það bara svoleiðis og þeir bara standa og falla með því eins og í öðru þeirra stefnu málum og ég vil vekja í þessu samhengi athygli bæjarfulltrúans á því að það voru sveitarstjórnarkosningar á síðasta ári. Hluti af því sem kosið var þessi stefna að lækka skólamáltíðirnar, að lækka þær og það var gert strax í haust með viðauka við fjárhagsáætlun sem að bæjarfulltrúin talar með alveg sérstakri vanvirðingum eins og viðauki við fjárhagsáætlun sé eitthvað allt annað heldur en fjárhagsáætlun. Þegar búið að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun þá er hann orðinn hluti af fjárhagsáætlun. Þannig að það breytir engu hvernig lækkun á skólamáltíðum er samþykkt, hún tekur gildi leið og hún hefur verið samþykkt. Og þannig var það að hún tók gildi í haust, hún er í gildi enn og við erum að leggja til að það verði óbreytt. Og það breytir engu þó að Jens Garðari líði eitthvað illa yfir því að sé bent á staðreyndir málsins. Hann verður auðvitað að hafa þær klárar sjálfur og hefði þess vegna getur auðvitað lagt þetta til bara beint á þess að vera búa til í bókun sinni að gjaldskrá 2018 gildi. Það hafi verið 2 gjaldskrár í gildi árið 2018 og svo gjaldskrá sem er í gildi núna, við erum ennþá árinu 2018, gerir ráð fyrir þessari 33% lækkun sem meirihluturinn leggja til að halda áfram. En bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks er að leggja til að vera tekin af. Þetta ef þetta er einhver miskilningur ágæti bæjarfulltrúi, þá er nú rétt að hann komi fram núna, vegna það er nú ekki mikið seinna, en ég heyrði það að þetta var ekki spurning, þetta var bæjarfulltrúi Jens Garðar. Ég hef orðið, þó þú viljir tala við forseta eitthvað ákveðið mál, þá finnst mér það nú ekki rétt að gera það meðan ég er að tala hér. En málið snýst þetta, þetta var staðfest hér áðan, að þetta er réttur skilningur hjá mér, þannig að það er möguleiki ennþá fyrir bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að breyta stefnu, breyta kúrs og menn verði ekkert meira minnu við það að viðurkenna að þetta séu mistök sem að mér kemur nú ekki óvart að væri vegna þess að þetta væri ekki ætlunin en eins og staðan er núna, þá er tillaga Sjálfstæðisflokksins þessi einföld, klár og skýr, hækka skólamáltíðir 33% og mér þykir það nokkuð tíðindi vegna þess að það er enn meiri staðfesting á því að þeir eru á allt annir leið heldur en við. Alveg þveröfugt átt. Við viljum minnka álögur og barnafjölskyldur, þeir vilja auka þær. Einfalt, skýrt. Síðan þessi sérkennilega umræða hækkun á gjaldskrám. Það er að segja
við erum að breyta gjaldskrám í samræmi við verðlagsbreytingar og meira segja undir með þessum spáðir. Þannig að það geta nú ekki talist hækkanir. Einhvern tíma hefði viðkomandi bæjarfulltrúi talað með raun og veru væri verið að lækka þær af því þær hækkuðu ekki nógu mikið til þess að viðhalda. En nú eru sumir sem áður voru í meirihluta konin í minnihluta og þeir hafa breytt verulegum kúrs og það er ekkert annað heldur en að taka því, en langar samt að koma með enn eitt heilræðið til bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Tók eftir því nefnilega fyrrverandi bæjarstjóri okkar skrifaði margt ágæta grein og sérstaklega var ég ánægður með endinn og ég vona að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lesi hann jafnvel nokkurum sinnum vegna þess að þar var lögð áhersla á það sem að ég held að væri afar mikilvægt að væri tekið upp í herbúðum Sjálfstæðisflokksins. Það er jákvæðnin í garð sveitafélagsins að reyna nú aðeins að sjá ljósið og vera hressir, kátir og brattir vegna þess að við þurfum á því að halda að tala vel sveitafélagið okkar. Það er afar mikilvæg mynd að sveitafélagin okkar sem við drögum upp og það er tekið eftir því, en að nota ekki hvert einasta tækifæri og beita jafnvel ýmsum kúnstum og brögðum til þess að reyna að koma einhverju neikvæðu sveitafélagið í eyru almennings. Þakka þér fyrir Einar Már. Orðið laust. Jens Karl hefur óskað að fá að svara þeirri spurningu sem hann telur að til sín hafi verið beint, sem er rétt. Og bara við gildir eins og alltaf að við svörum því þegar við höfum lokið tvissinum. Það er tala 2 ræðutíma að svara spurningunni beint. Gerðu svo vel, Jens. Ágætur Einar Már, hann hélt sig við pólitískan sandkassaleik hérna og fór að þælast með þessi 33%. Þá gæti ég rauninni líka sagt, meirihlutin er ekkert að lækka skólamáltíðir að þeir voru búin að lækka 33% og eiga þá að lækka aftur 33% úr 300 kallinum. Nei, þannig að meirihlutin ætlar ekki að lækka skólamáltíðir milli ára ef ég ætti að nota sömu rök og Einar Már. Þannig að sko við skulum ekki vera að festa okkur hér í svona og ég ætla bara algjörlega að hafna þessum málflutningi. Það hefur algjörlega komið skýrt fram og í bókunum okkar hefur komið skýrt fram hvaða krónutölur er í gangi, þannig að það er ekkert svona en auðvitað bara gömlum vana og af gamalli frá gamalli tíð ákveður Einar Már að koma og reyna að þvæla og snúa út úr hlutunum, en það sjá náttúrulega allir í gegnum þetta sem það vilja og þá með sömu rökum gæti ég sagt að meirihlutin ætlaði ekki að lækka skólamáltíðir frá núverandi gjaldskrá og ætlaði bara að halda þeim eins. Ég verð að fá að bera með sakir. Já, Einar Már óskar að fá að bera með sakir. Það er rétt, það er gildir það sömu reglur, gerist vel bara þess sakir sem tilur á því að vera borin. Hvaða sakir eru það? Forseti, það var borið hér á mig að ég væri að fara með rangindi. Það tel ég alrangt. Ég tel að það hefur verið staðfest hér einu sinni að ég fer algjörlega með rétt mál. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins er að leggja til að skólamáltíðir verði hækkaður 33%. Við erum í meirihlutanum að leggja til að það verði óbreytt gjaldskrá frá því sem hún er í dag. Þannig ef að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefur einhver misskilið málið, þá er vonandi búið að leysa þann misskilning. Það er nákvæmlega þannig sem málið liggur. Við erum ekki að leggja til lækkun frá því sem er í dag, heldur óbreytt, en bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins er óvart að leggja til að það verði hækkað 33%. Það er orðið laust. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið og svo Rúnar Gunnarsson. Gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að dvelja lengi við þessu umræðu. Ég held að margt hafi komið fram í okkar máli sem að þarf að koma fram, en það er hins vegar gætir alveg ótrúlega viðkvæmni gagnvart bókunum Sjálfstæðisflokksins. Þegar við leggjum fram einhverja bókanir þá eru mennhóttnir eitthvað stjartfræðilega neikvæðir en aðrir voðalega jákvæðir, en ég get alveg fullvissað ágætan bæjarfulltrúan það að ég er voðalega jákvæður gagnvart þessu sveitafélagi og lít framtíðar björtum augum, en það hefur ekkert með þessa afgreiðslu að gera. Ég get alveg verið á móti henni og án því að vera eitthvað sérstaklega neikvæður,
en hér talað mikið það að hérna ná öllu út úr tekjustofnunum því annars hafi það, svo ég vitni nú bara orðrétt í Einar Már, annars hafi það verulega áhrif á tekjurnar frá jöfnunarsjóði og ef við ætlum að lækka gjöldin þá verðum við að verulegum tekjum þaðan. Mér þykir hann gera ansi lítið úr minnisblaði fjármálastjóra með þessu. Það segir bara orðrétt í minnisblaðinu að þetta hafi óveruleg áhrif. Og hér líka talað það að lækka ákveðnar álögur á barnafjölskyldur. Það líka verið að tala það gagnvart fasteignaskattin. Að halda það að þær álögur hafi ekki áhrif á barnafjölskyldur, það bara þvæla. Auðvitað hefur það alveg jafn mikið áhrif á það eins og lækkun annarra gjalda og álagna. Og hér fjölmarga barnafjölskyldur sem eru fasteignaeigendur. Einnig mun þetta hafa áhrif á leiguverð til lengri tíma. Á endanum mun leiga hér hækka vegna hækkandi álaga. Og það hefði því verið þá bara ágætis leið að reyna að fara eitthvað milliveg og reyna að opna okkur á sátt og reyna að fara í eitthvað blandaða leiðir en það var ekki gert. Takk fyrir Ragnar. Rúnar Már Gunnarsson við beðum ári, gerðis fyrir Rúnar. Bæjarstjóri, forseti og góðir fundamenn. Ég ætla nú að vona það að hérna bæjarstjórnin standi þetta af sér með lækkunina á matnum fyrir börnin. Jens er nú svolítið skemmtilegur náungi svona, hann talar svona í alls konar hringi þegar hann hérna og talar hérna man ekki hvernig hann orðaði þetta áðan sko, hann að tala sem sagt þá sem eiga erfitt og bátt sko, það eigi ekki að vera góðu við þá og þess að ég reiknaði út þetta með fasteignagjöldin, ef við lækkum þau þá lækna fasteignagjöldin heimi hjá mér 3.000 krónur við þetta. Ég vil miklu frekar að börnin fá að borða í skólanum og barnafólkið njóti þess. Síðan á að gera afslátt fyrir eldri borgara og öryrkja í fasteignagjöldum. Ég búinn að segja ykkur áður, ég borga hæstu fasteignagjöld í Fjarðabyggð af öllum íbúum Fjarðabyggðar og ég ætla samt að láta mig hafa þetta núna í þetta skiptið. En ég búinn að tala það að það þurfi að lækka fasteignagjöldin í þrepum en það verið að taka fæði fyrir börnin núna og ég ætla að setja mig við það og styð það indregið og ætla að vona að þeir haldið því áfram alla leið út kjörtímabilið. Það verður ekki neitt tvískilningur í því að það verður hægt núna sko. Það verður þetta mál verður klárað. Og ég svo sem ekki mikið ræðumaður eins og ég geti bara talað því að ég get hugsað, ég get alls ekki talað með ég hugsa sko. En ég ætla að láta þetta gott heita núna. Takk fyrir Rúnar. Ég fleiri hversi ljóðsöndu fundagerðin Bæjarráðs. Svo verðist ekki vera, þá ber ég fundagerðinan upp til samþykkta þess að það er samþykkja vinst ekki merki. Það eru samþykkta með 9 atkvæðum. Þá erum við konið fundagerð fræðslunefndar nr. 63 og orðið laustum hann vil einhver þessi ljós. Svo verðist ekki vera, ég ber upp til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð íþrótt og tómstæðnefndar með 54, orðið laustum hann vil einhver þessi ljós. Pálína Margeirsdóttir gerði svo vel. Forseti, bæjarstjóri, góðir fundagestir. Mér langaði bara aðeins að segja frá því að við fórum hérna í heimsókn á Breiðdalsvík. Það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur sem höfum kannski verið að skipta nefnd og annað sko. Það er náttúrulega tíðkast að á síðasta kjörtímabili var ég í fræðslunefnd og þá fer maður heimsækir alla skóla og leikskóla og kynni sér aðstæður og svona. Og það er bara rosalega mikilvægt fyrir okkur í nefndunum að vera duglega að fara á millið svo við vitum hvaða aðstæður við erum að tala Að menn séu búnir að fara að kynna sér ástöðunum og þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt
Að vísu tók Breiðdalur ekki vel á móti okkur, það var bæði rok og rigning, en þarna mjög flott íþróttahús og fín sundlaug sem að við treystum okkur samt eiginlega ekki að standa á bakkanum á, þannig en þetta var bara mjög fínt. Gæri Páluna, Jens Garðar hefði beðmáli, gerði svo Jens. Forseti, í framhaldi af þessar umræðu varðandi heimsókn í Breiðdal og íþróttamannvirkin þar, þá langar mig að spyrja Pálínu, hefur verið tekin ákvörðun það hvort að eigi að reka báðar sundlaugarnar bæði Breiðdal og Stöðvarfjörð næsta sumar? Gæri Jens, Páluna. Já, forseti og góðir fundagestir. Það hefur bara ekki komið til umræðu ennþá, Jens. Hvort að það verði einhver samnýting þarna, það hefur bara ekki verið rætt. Það er bara, við erum ekki komin á þann stað. Gæri Páluna, við erum fleiri kveðsir hljóð sem fundagerð íþrótt- og tónlistanefndar. Svo virðist ekki vera, þá byrja hann eftir saðandi þessi vann saðingefinski að merki, hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá var næst fundagerð barnaverndarnefndar nr. 91, orðið laust hana, engin kveður sér hljóð, skipan eftir saðindar, saðið með 9 atkvæðum. Þá erum komin í samþykkti síðar umræðu og hér er fyrst samþykkt fiðurfé. Eins og áður kom fram þá var fyrri umræða búin að eiga sér stað með þessa samþykkt. Þetta er verið að samræma það eftir sammenningu við Breiðdal. Heilbrigðisnefnd Austurlands tók það til afgreiðslu á milli umræðana og eignaskipar og söngarsendi í framhaldi af því að 9 og svo bæjarráð vísaði henni hér inn til síðar umræðu. Lengt kveða sér hljóðs. Svo verðist ekki verið í bernefti saðhendar og hún sagði með 9 atkvæðum. Það gildir það saman samþykkt hundahald. Þannig verið að aðlaga samþyktina að nýju sveitafélagi, hefur farið sömu leið og í kynnti áðan og allar þessar samþyktir komið fyrir heilbrigðisnefnd á milli umræðna og hlotið þar afgreiðslu og umfjöllun hjá starfsfólki. Við lengt þessi hljóðsum hundahald. Svo verðist ekki verið bernefti saðhendar og sagði með 9 atkvæðum. Þá var næst samþyktum fráveitur. Gildir það sami formáli og hér áðan. Við lengt þessi hljóð síðar umræðu. Svo verðist ekki verið bernefti saðhendar og sagði með 9 atkvæðum. Þá var næst samþykkt hesthús og önnur gripahús í skipulögðum búfjárhverfum í Fjarðabyggð. Sama kynning á því og verið hefur verið hér. Við lengt þessi hljóðs síðar umræðu. Svo verðist ekki vera. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var samþykkt umgengn og þrifnað utanhús. Það sama, síðar umræða, við lengt þessi hljóðs, svo verðist ekki vera í bernefti saðhendar, hún sagði með 9 atkvæðum. Þá var hann að samþyktu meðhandlun úrgangs, jafnframt farið sömu leið, við lengt þessi hljóðs, síðar umræða, svo verðist ekki vera í bernefti saðhendar, hún sagði með 9 atkvæðum. Þá var næst jafnréttisáætlun Fjarðabyggðar, starfshópur sem skipaði var í skugga valdsins og MeToo. Umræðunar hefur í vinnu sinni yfirfærið drög að jafnréttisáætlun sem vísa var til hópsins. Starfshópurinn gerði ekki athugasemdir við drögin og bæjarráð samþykkti jafnréttisáætlun og vísa henni til staðfestingar bæjarstjórnar. Rétt er að minna á að þarna verið að uppfæra fyrri jafnréttisáætlun. Út frá þessu vill einhver þessi hljóð sér. Svo verðist ekki verið að byrja jafnréttisáætlun til saðhendar og hún sagði með 9 atkvæðum. Þá er hann að siðareglur kjörinna fulltrúa. Líkt og áður sagði þá var þessi starfshópur sem skipaði var þessi málefni. Tók þessar siðareglur til umfjöllunar, gerði á þeim breytingar frá fyrri reglum sem voru í gildi, bæjarráð þau samþykkti og vísaði hér til staðfesting við lengt þessi hljóðs. Svo verðist ekki verið byrja upp siðareglur kjörinna fulltrúa, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hann að siðareglur stjórnenda. Líkt og áður sagði þá tók starfshópurinn þessar siðareglur fyrir frá fyrri reglum sem voru í gildi, gerði þeim breytingar sem bæjarráð þau samþykkt með því að samþykkja reglunar og vísaði hér til staðfestingar bæjarstjórnar. Orðið er laust við lengt þessi hljóðs. Svo verðist ekki verið byrja til saðhendar með 9 atkvæðum. Góði bæjarfulltrúar, þá er dagskrá fundar hér tæmd í dag. Næsti fundur bæjarstjórnar er 29. nóvember og þar er mitt síðar umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 og ásamt tryggjaráætlun og starfsáætlanir. Það verður boðað til þess fundar svo gefur að skilja með dagskrá. Þessi fundur var aðeins vek út frá sem samþykktu bæjarfulltrúi í dag að breyta fundi frá 5. til miðvikudags en hinn mun standa óbreyttur. Þá er ekki fleira hér og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsveitunum og segi fundi slítið.